Herra forseti. Forseti Íslands gjörir kunnugt: Ég hefi ákveðið samkvæmt tillögu forsætisráðherra að Alþingi skuli koma saman til framhaldsfunda þriðjudaginn 17. júlí 2018 klukkan 13:30 og til hátíðarfundar að Lögbergi á Þingvöllum við Öxará þann 18. júlí 2018 í tilefni aldarafmælis fullveldis Íslands. Gjört í Reykjavík 10. júlí 2018. Guðni Th. Jóhannesson, Katrín Jakobsdóttir. Forsetabréf að Alþingi skuli koma saman til framhaldsfunda. Herra forseti. Á morgun verða 100 ár liðin frá undirritun sambandslaganna sem tóku gildi 1. desember 1918 og tryggðu þar með fullveldi Íslands. Það gleður mig að sjá hæstv. Forseta og hv. þingmenn og býð þá velkomna til starfa að nýju í tilefni þessara merku tímamóta í sögu þjóðarinnar. Í tilefni af því að Alþingi kemur saman til sérstakra fundarhalda hér á miðju sumri vil ég bjóða hv. alþingismenn velkomna til starfa. Þingfundurinn í dag, eða þingfundirnir í dag, eru til undirbúnings fyrir hátíðarfund Alþingis sem verður að Lögbergi við Öxará á Þingvöllum á morgun í tilefni þess að 100 ár eru liðin frá því að sambandslagasáttmálinn var undirritaður þann 18. júlí 1918 hér í Alþingishúsinu. Ég hef á fundum með formönnum þingflokka og í forsætisnefnd í morgun farið yfir fyrirkomulag þinghaldsins og það gott samkomulag og þau mál sem á dagskrá af þessu tilefni. Forseti áætlar því að þingfundur standi ekki mjög lengi í dag eða eitthvað fram á 4. tímann. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Borist hefur bréf frá formanni þingflokks Pírata að Halldóra Mogensen, 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, geti ekki sótt þingfundi á næstunni. Í dag tekur því sæti á Alþingi annar varamaður á lista í kjördæminu, Sara Elísa Þórðardóttir, en fyrsti varamaður á lista hefur boðað forföll. Sara Elísa Þórðardóttir hefur áður tekið sæti á Alþingi og boðin velkomin til starfa að nýju. Forseti vekur athygli á því að borist hafa bréf frá ráðherrum þar sem óskað eftir fresti til að veita skrifleg svör við fyrirspurnum og verða þau birt á vef Alþingis við þessar aðstæður og hvert bréf tengt viðeigandi fyrirspurn. Listi yfir útbýtt þingskjöl liggur frammi á skrifstofu. Svo háttar til dagskrármálin að þeim var útbýtt eftir lög ákveðna fresti þingskapa og það því að leita afbrigða hvort taka megi málin á dagskrá. Forseti hyggst gera það með einni atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum og hefst þá atkvæðagreiðslan afbrigði. Atkvæðagreiðslan stendur yfir, atkvæðagreiðslunni lokið. Afbrigðin eru samþykkt með 56 samhljóða atkvæðum. Tekið fyrir fyrsta dagskrármálið, verkefni í tilefni af 100 ára fullveldisafmæli Íslands í þágu barna og ungmenna og rannsókna stuðli að sjálfbærni auðlinda hafsins. Þingsályktunartillaga 675. mál á þingskjali 1340, fyrri umræða. Til máls tekur hæstv. Forsætisráðherra og oddviti formanna flokkanna í þessu máli, framsögumaður Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti. Ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar verkefni í tilefni af 100 ára fullveldisafmæli Íslands í þágu barna og ungmenna og rannsókna stuðla að sjálfbærni auðlinda hafsins. Tillagan flutt sameiginlega af formönnum þeirra stjórnmálaflokka sem fulltrúa eiga á Alþingi. Hún tvíþætt og hljóðar svo: Alþingi ályktar eftirfarandi í tilefni af aldarafmælis sjálfstæðis og fullveldis Íslands að stofnaður verði barnamenningarsjóður sem njóti framlaga af fjárlögum næstu 5 ár, 2019 til 2023, 100 milljónir króna á ári. Sjóðurinn hafi það að markmiði að fjármagna og styrkja verkefni á sviði barnamenningar en jafnframt verði lögð áhersla á verkefni sem efli samfélagsvitund og stuðla að lýðræðislegri þátttöku barna í samfélaginu og verkefni stuðla að áframhaldandi innleiðingu barnasáttmálans, samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi barnsins. Annað hvert ár verði efnt til barnaþings sem taki til umfjöllunar málefni tengd börnum og ungmennum og hagsmunum þeirra. Forsætisráðherra skipi 5 manna stjórn sjóðsins og 5 varamenn. Stjórn sjóðsins tilkynni úthlutun úr sjóðnum á degi barnsins ár hvert. Forsætisráðherra setji nánari reglur starfsemi sjóðsins að fengnum tillögum sjóðsstjórnar og þær verði birtar í Stjórnartíðindum. Rannís, Rannsóknarmiðstöð Íslands, sjá umsýslu og vörslu sjóðsins. Og í öðru lagi að hafin verði smíði hafrannsóknarskips með framlagi af fjárlögum næstu 3 ár, 2019 til 2021,
sem skiptist þannig að 300 milljónum króna verði varið til hönnunar og undirbúnings á árinu 2019 og 1600 milljónum króna hvort ár 2020 og 2021 til smíði skipsins. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra verði falin framkvæmd þessi. Herra forseti, eins og fram komið tillaga þessi lögð fram í tilefni aldarafmælis sjálfstæðis og fullveldis Íslands og miðar annars vegar að því að efla verkefni í þágu barna og ungmenna og hins vegar að eflingu rannsókna í þágu lífríkis og auðlinda í hafinu umhverfis Íslands. Barnamenningarsjóður var stofnaður árið 1994 í tilefni af lýðveldisafmælinu og ári fjölskyldunnar og hafði það hlutverk að styrkja verkefni á sviði barnamenningar. Rekstri sjóðsins var hætt árið 2016. Þátttaka barna og ungmenna í menningu er mikilvægur þáttur þess að lifa í frjálsu samfélagi og menningarlæsi og menningarþátttaka eru veigamikil atriði í uppvexti barna og unglinga. Kynni barna og ungmenna af menningu og listum eykur víðsýni og umburðarlyndi. Þátttaka í menningarstarfi eykur vitund lýðræði, réttlæti og sögulegt samhengi. Er það sameiginleg afstaða flutningsmanna þessarar tillögu að nú þegar við fögnum aldarafmæli sjálfstæðis og fullveldis Íslands sé viðeigandi að stofnaður verði nýr og öflugur barnamenningarsjóður sem styðji við verkefni á sviði lista og menningar sem unnin eru fyrir börn eða með virkri þátttöku barna. Markmiðið er að styrkja börn til virkrar þátttöku í menningarlífi, listsköpun, hönnun og nýsköpun og þannig leggja áherslu á sköpunarkraft barna og ungmenna sem mun verða lykilhæfni í þeim áskorunum sem blasa við okkur í 4. iðnbyltingunni. Við framkvæmd tillögunnar verður haft að leiðarljósi að sjóðnum er ætlað að styrkja verkefni sem unnin fyrir börn, með börnum og af börnum. Sömuleiðis gerir tillagan ráð fyrir að lögð verði áhersla á verkefni sem efli samfélagsvitund og stuðla að eflingu lýðræðislegrar þátttöku barna í samfélaginu og áframhaldandi innleiðingu barnasáttmála. Þá verði sérstök áhersla lögð á verkefni sem hafi það að markmiði að efla samfélagslega þátttöku barna innflytjenda og flóttafólks og barna sem búa við bágan efnahag. Ég hef þegar sett af stað vinnu við endurskoðun laga umboðsmann barna og er þar meðal annars ráðgert að festa barnaþing í sessi sem umfjöllunarvettvang stöðu og hagsmuni barna og ungmenna hér á landi og í alþjóðlegu samhengi. Virðulegi forseti, gert er ráð fyrir því að Rannsóknarmiðstöð Íslands annist umsýslu sjóðsins en sú stofnun fer þegar með umsýslu annarra sjóða á sviði menningar, lista og æskulýðsstarfs. Stjórn sjóðsins verður skipuð af forsætisráðherra samkvæmt tilnefningum frá mennta- og menningarmálaráðherra, frá embætti umboðsmanns barna, einn samkvæmt tillögu frá Bandalagi íslenskra listamanna og einn samkvæmt tillögu ungmennaráðs heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna en formaður sjóðsstjórnar verður skipaður af forsætisráðherra. Herra forseti, síðari hluti tillögunnar kveður á að hafin verði smíði hafrannsóknaskips með sérstöku viðbótarframlagi á fjárlögum næstu 3 ár. Nýting sjávarfangs lagði grunn að efnahagslegu sjálfstæði Íslendinga og þar með fullveldinu og það er stefna stjórnvalda að nýting lifandi auðlinda sjávar sé byggð á bestu fáanlegu þekkingu og ráðgjöf hverju sinni. Ísland hefur á mörgu leyti verið í fararbroddi þegar kemur að rannsóknum sjávar og hafrannsókna og er litið til okkar sem fyrirmyndar á þessu sviði. En breytingar hafa orðið í umhverfi sjávar, loftslag er að hlýna, sjávarstraumar að breytast, vistkerfi hafsins er að breytast og í hafinu í kringum Ísland og norðan við okkur eru þessar breytingar miklar og hraðar. Norðlægar tegundir horfa norðar, suðlægar tegundir sækja á. Dæmi þessar breytingar er að loðna sem er norðlæg tegund hefur nú þegar fært sig norðar í hafið. Miklar áskoranir eru fólgnar í vöktun umhverfisþátta vistkerfa og breytinga í afkomu einstaka stofna. Þá þarf að fylgjast vel við kolefnisbúskap og súrnun sjávar. Aukning plastmengunar í hafi og annarrar mengunar kallar einnig á auknar rannsóknir, auk þess sem þörf er á auknum örverurannsóknum. Nú þegar er kortlagning hafsbotnsins og efstu jarðlaga hans í lögsögu Íslands hafin, sem er umfangsmikið verk og kallar á mikið úthald öflugra skipa en áformað er að ljúka þessu verki innan 10 ára. Nýtt og velbúið hafrannsóknaskip er forsenda þessara rannsókna sem og annarra haf- og fiskirannsókna. Íslendingar þurfa að ráða yfir góðum og velbúnum rannsóknarskipum sem geta sinnt haf- og umhverfisrannsóknum en þau hafa líka mikilvægu kennsluhlutverki að gegna og mikilvægt er að nýtt hafrannsóknarskip þar verði unnt að sinna bæði kennslu og rannsóknum fyrir háskólanemendur en líka kennslu og fræðslu fyrir önnur skólastig. Nýtt hafrannsóknarskip mun leysa af hólmi eldra rannsóknarskip Hafrannsóknastofnunar Bjarna Sæmundsson sem er að verða 50 ára gamalt og stenst ekki lengur þær kröfur sem gerðar eru til rannsóknarskipum aðbúnað og tæki fyrir utan að vera þungt í rekstri. Með þessari tillögu er horft til þess að Ísland geti áfram verið í forystu í góðri umgengni við náttúruna og í haf- og fiskirannsóknum. Virðulegi forseti, ég ætla ekki að hafa mál mitt mikið lengra en legg til að lokinni þessari umræðu verði málinu vísað til allsherjar- og menntamálanefndar hæstvirtrar taki tillöguna til skoðunar í samráði við háttvirta atvinnuveganefnd.
og til síðari umræðu og afgreiðslu á hátíðarfundi Alþingis sem fram fer á morgun 18. júlí að Lögbergi á Þingvöllum við Öxará. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, íslenska þjóðin stendur nú á merkum tímamótum og það er við hæfi að minnast þess með góðum verkum sem að skipta máli fyrir framtíð okkar sem þjóðar. Það er ekkert launungarmál að við í Samfylkingunni hefðum helst af öllu kosið að á þessum merku tímamótum gæti þjóðin fagnað nýrri stjórnarskrá. Að drög stjórnlagaráðs að nýrri stjórnarskrá hefði verið fullunnin og samþykkt á 100 ára fullveldisafmælinu. En svo er ekki og það eru með mikil vonbrigði. Þær gjafir sem formenn stjórnmálaflokkanna á þingi hafa komið sér saman að gera tillögu að eru að sönnu góðar, en þó aðallega bæði tímabærar og hagnýtar. Myndarlegur barnamenningarsjóður með víðtækt hlutverk sem hvetur öll börn til lýðræðisþátttöku er mikilvægur. Sjóður sem hvetur til listsköpunar og að börn njóti lista og menningar er einkar viðeigandi gjöf. Börnin eru framtíðin og að þeim eigum við að hlúa vel alla daga, en þessi tímamót gefa okkur tilefni til að gera enn betur á þessu sviði. Smíði hafrannsóknaskips er einnig mikilvæg og tímabær gjöf. Hún talar til sögu þjóðarinnar og til lífsviðurværis aldirnar, en þó enn frekar til framtíðar með rannsóknum sem þjóðin getur lært af og lagt af mörkum í samfélagi þjóðanna. Loftslagsváin spyr ekki landamæri. Það stendur okkur Íslendingum nærri að rannsaka áhrif loftslagsbreytinga á lífríki hafsins. Súrnun og hlýnun sjávar, breytt hegðun fiskistofna, hækkandi yfirborð, mengun og ofveiði eru allt ógnir sem vinna þarf gegn með kröftugum og skýrum hætti. Við eigum að ganga vel auðlindina okkar og við verðum að leggja okkar af mörkum í þessu mikilvæga máli. Til þess þarf að efla rannsóknir og skapa góðar aðstæður til rannsókna. Nýtt hafrannsóknaskip er okkur nauðsyn og það er okkur nauðsyn að gæta þess að börnin okkar njóti jafnt örvunar sem umhyggju og eigi þess öll kost að þroskast, skapa og njóta. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Birgir Ármannsson. Herra forseti, ég vil lýsa yfir stuðningi við þá tillögu sem hér hefur verið mælt fyrir af hálfu formanna stjórnmálaflokkanna. Ég held að það sé vel við hæfi að við minnumst 100 ára afmælis fullveldis landsins með verkefnum af þessu tagi. Verkefnin hvort sig eru mikilvæg og verðug, en mest er þó vert að Alþingi minnist þessara tímamóta í sögu þjóðarinnar með táknrænum hætti, undirstriki mikilvægi fullveldisins fyrir okkur öll og standi vörð þau grundvallargildi sem fullveldi okkar var reist á. Verkefnin sem hér að ræða hafa hvort með sínum hætti skírskotun til fullveldisins. Annars vegar er það auðvitað forsenda þess að við getum verið þjóð meðal þjóða, að menning okkar blómstri, og hvernig er betur að því staðið heldur en einmitt með því að efla það hjá yngstu kynslóðunum, efla verkefni sem gera það að verkum að ungt fólk fái að blómstra á menningarsviðinu, fái að kynnast menningarlífinu og spreyta sig á því sviði. Hins vegar er auðvitað að ræða mikilvægt verkefni sem tengist rannsóknum á auðlindum sjávar, sem eins og hæstv. Forsætisráðherra nefndi hér í framsöguræðu sinni hefur auðvitað verið forsenda þess að við höfum á þessum 100 árum náð að byggja hér upp velmegunarríki. Nýting auðlinda sjávar hefur verið gríðarlega mikilvægur þáttur í því að við höfum getað staðið sjálf og byggt hér upp það samfélag sem við búum við. Þannig að hér er að ræða verðug og mikilvæg verkefni, en eins og ég sagði í upphafi, mest er vert
að við minnumst þess hvaða gildi það hefur fyrir okkur að vera fullvalda ríki og hversu mikilvæg tímamót það voru 1918 þegar við undirrituðum sambandslagasáttmálann sem með sínum hætti var auðvitað gríðarlega mikilvægur áfangi bæði formlega og efnislega en leið auðvitað upphafið að lokakaflanum í sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar. Ég held að við getum sameinast þessi verkefni. Ég held að þetta séu verkefni sem við eigum að geta staðið saman og á þessum 100 ára tímamótum þá einmitt verðugt og mikilvægt að við finnum okkur verkefni sem við getum staðið saman en geymum ágreiningsmál og átakamál sem auðvitað eru næg til annarra tíma. Þá tekur til máls 87. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Hæstvirtur forseti, með leyfi forseta, rís Íslands fáni, aldir fylgja öldum og ættir landsins flytja þakkar gjörð, því sjálfstæð þjóð skal sitja hér af völdum, surtarlogi brennir vora jörð. Leitum og finnum lífið til vor kallar, land var og skefið, útsær drauma blár. Við biðjum þess að byggðir vorar allar blómgist og vaxi næstu 1000 ár. Svo orti Davíð Stefánsson í einu af ljóðum sínum að Þingvöllum. Ljóð þetta líkt og mörg ættarljóð eru okkur sem eftir komu þörf áminningum þá baráttu sem haldin var árum og áratugum áður en til fullveldisins kom þann 1. desember 1918. Fullveldi kom ekki sjálfu sér, heldur var kafli í langri baráttu. Ísland ungt lýðveldi þótt Alþingi sé hið elsta. Baráttan sem formæður og feður okkar háðu fyrir fullveldinu og frelsinu ætti að vera háum höfð og minna okkur hin á hve verðmætt það er. Við sem höfum notið þess að heimsækja Íslandsbyggðir í Vesturheimi og ræða við frændfólk og aðra sjáum vel hve verðmætt fullveldi og lýðveldið er í augum þessa fólks og hve verðmætt landið var fyrir forfeður og mæður þeirra sem flýja þurftu hörmungar aðstæður á landinu sem það elskaði svo mikið. Hæstvirtur forseti, hátturtur þingmaður Þorsteinn Sæmundsson fór fyrir hópi 8 þingmanna sem lagði fram tillögu á síðasta þingi að fullveldisdagurinn 1. desember yrði gerður að lögbundnum frídegi. Því miður náði svo tillaga ekki fram að ganga í það skiptið. Ég tel, hæstvirtur forseti, að í lok afmælisársins 2018 ætti Alþingi að minnast fullveldisins enn frekar og samþykkja 1. desember sem almennan lögbundinn frídag. Hæstvirtur forseti, við ræðum hér þingsályktun sem flutt af formönnum allra flokka sem sæti eiga á Alþingi. Tillagan er tvískipt. Í fyrsta lagi er lagt til að stofnað verði Barnamenningarsjóður Íslands sem njóti framlaga af fjárlögum næstu 5 ár. Styrkja á verkefni á sviði barnamenningar, leggja áherslu á verkefni sem eflir samfélagsvitund og stuðli að lýðræðislegri þátttöku barna í samfélaginu og verkefni er stuðli að áframhaldandi innleiðingu barnasáttmálans og eitthvað sé nefnt. Þingflokkur Miðflokksins fagnar því að stutt sé vel við menningu barna, þátttöku barna í menningarstarfi og samfélaginu öllu. Menningin sem á sér svo ríkar rætur í sögunni er framtíðinni mikilvæg. Í öðru lagi er lagt til að hafin verði smíði hafrannsóknaskips með framlagi af fjárlögum næstu 3 ár. Sjálfstæði hverrar þjóðar byggir á mörgum sjálfstæðum en samverkandi þáttum og einn þeirra er efnahagslegt sjálfstæði. Forskotið sem við höfum í sjávarútvegi byggir meðal annars á því að vel rekin og sterk atvinnugreinin hefur getað fjárfest í framtíðinni og þannig verið skrefað undan samkeppnisaðilunum. Slíkt er ekki sjálfsagt og því afar mikilvægt að atvinnugreinin sé áfram öflug og búi við sem stöðugast og öruggast umhverfi. Liður í því er að þekkja sem best lífríki hafsins, hvernig það þróast og breytist, hvernig megi áfram nýta það á sjálfbæran og vandaðan hátt og til þess þarf öflugt vísindafólk og tæki að bestu gerð. Þingmenn Miðflokksins fagnaði sérstaklega að formenn stjórnmálaflokka leggi hér til að byggt verði nýtt og öflugt hafrannsóknaskip. Þessi 2 mál sem hér eru sett saman í eina tillögu eru hvort um sig mikilvæg og vel til þess fallin að minnast fullveldisins. Þá mun þingflokkur Miðflokksins styðja þá tillögu sem hæstvirtur forseti mun mæla fyrir síðar í dag. En gleymum því aldrei að þjóð sem ekki ræður sjálf yfir landi sínu og auðlindum, hvernig það er nýtt og verndað, er ekki frjáls og fullvalda. Og hæstvirtur forseti, undanfarin ár hafa sumir talið að fullveldi og sjálfstæði megi skerða með því undirgangast sífellt meira og meira af lögum og reglum sem aðrir semja og setja. Og til eru þeir sem telja að það dugi ekki og vilja ganga bandalögum annar ríki á hönd og afsala þannig stórum hluta sjálfskunnar réttar fullvalda og frjáls ríkis til erlendra aðila. Megi það aldrei verða. Hæstvirtur forseti, góðir landsmenn, fögnum fullveldinu áfram Ísland. Til máls tekur hátturtur 4. þingmaður Norðausturkjördæmis Þórunn Egilsdóttir.
Hæstvirtur forseti. Hér ræðum við þingsályktunartillögu verkefni í tilefni 100 ára fullveldisafmælis Íslands í þágu barna og ungmenna og rannsókna stuðla að sjálfbærni auðlinda hafsins. Þessi tillaga hefur verið undirbúin af fulltrúum allra stjórnmálaflokka sem sæti eiga á Alþingi. Tillagan tvíþætt, annars vegar snýr hún að börnum og ungmennum og hins vegar hún til eflingar rannsókna í þágu lífríkis og auðlinda í hafinu umhverfis Ísland. Það er vel við hæfi þar sem framtíðin barnanna og auðlindir landsins eru þeirra. Raunar það margra sjónarmið að lífsgæði þjóða megi meta út frá því hvað þær gera fyrir börnin í samfélaginu. Íslands samfélag getur, eins og flest önnur samfélög, gert betur á þessu sviði og fyrirliggjandi tillaga mikilvægt skref í þá átt. Nú þegar 100 ár eru liðin frá því að samningar fullt sjálfstæði og frelsi í eigin málum eru liðin, verður ekki hjá því komist að líta yfir farinn veg og hugsa til þeirra sem í baráttunni stóðu. Ég tek ofan fyrir fólkinu sem barðist fyrir réttindum okkar, sem virðast svo sjálfsögð, en þau urðu ekki til nema fyrir elju, vinnusemi og þrautseigju þeirra sem ruddu brautina við erfiðar aðstæður. Á þessari öld hafa ýmsar ógnir steðjað að fullveldinu. Þær hafa bæði verið fjárhagslegt, sjálfstæði þjóðarinnar, verndun náttúrunnar og þátttöku og ábyrgð í alþjóðlegu samstarfi. Fullveldið nefnilega ekki sjálfgefið og við þurfum að hlúa vel að því. Við sem þjóð þurfum að vera fær að skiptast á skoðunum innbyrðis og sýna færni í samskiptum við aðrar þjóðir, deila heiminum með öðrum. Lítil kosningaþátttaka ungs fólks áhyggjuefni því lykillinn að lýðræði í fullvalda ríkjum eru kosningar. Ég fagna því þessari tillögu sem styður lýðræðislega þátttöku barna í samfélaginu með því að stofna nýjan og öflugan barnamenningarsjóð, þar sem sérstök áhersla verður lögð á að styrkja verkefni sem efla sköpunarkraft barna og ungmenna og hæfni þeirra til að vera þátttakendur í þeirri þróun sem á sér stað í aðdraganda hinnar svonefndu 4. iðnbyltingar. Hæstvirtur forseti. Hinn þáttur tillögunnar ekki síður mikilvægur þar sem fyrirætlanir smíði nýs hafrannsóknaskips styrkir stöðu okkar sem þjóðar, sem horft til þegar kemur að sjálfbærri nýtingu auðlinda sem byggir á rannsóknum og bestu þekkingu hverju sinni. Sjálfbær nýting auðlinda okkar í raun forsenda efnahagslegs fullveldis. Því hlýtur það alltaf að vera markmið okkar að skila auðlindum okkar áfram til afkomendana í betra ástandi en við tókum við þeim. Árið 1918 var sannarlega ekki líkt árinu 2018 hvað varðar veðurfar. Vissulega hefur gæðum náttúrunnar verið misskipt þetta árið og veðurfarið misjafnlega með landsmenn líkt og oft gerist í okkar góða landi. Eftir einmuna tíð eru heiðarnar og löndin fyrir austan í mun betra ástandi en sumarið 1918, þegar fólk kraktist í burtu vegna erfiðra aðstæðna. Frostaveturinn 1918 beit fast og gekk nærri fólki sem háði harða lífsbaráttu. Nútímakonan ég get engan veginn sett mig í spor Jóhönnu Maríu Jónsdóttur sem var vinnukona á Grímsstöðum þennan vetur. Við þekktumst vel, hún fullorðin en ég barn, en lifum á misjöfnum tímum og ég þakklát fyrir grunninn sem var lagður í hennar tíð. Hæstvirtur forseti, ég lýsi yfir fullum stuðningi við þessa tillögu. Hún gott, sameiginlegt verkefni og innlegg í framtíðina. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti. Núverandi aðalnámskrá grunnskóla byggir á 6 grunnþáttum: læsi, sköpun, jafnrétti, sjálfbærni, heilbrigði og velferð og að lokum lýðræði. Af hverju þessir 6 grunnþættir en ekki einhverjir aðrir? Formáli aðalnámskrár svarar þessu á einfaldan hátt, með leyfi forseta. Miklu skiptir að rækta með markvissum hætti þá þekkingu, leikni og viðhorf sem styrkir getu einstaklinga í framtíðinni til að vera gagnrýnir, virkir og hæfir þátttakendur í jafnréttis- og lýðræðissamfélagi. Þessum grunnþáttum meðal annars ætlað að bæta úr því. Mennta þarf hinn almenna borgara nægilega vel til þess að hann geti veitt valdhöfum eðlilegt aðhald, hvort sem í fjármálalífinu, stjórnmálum, fjölmiðlum eða á öðrum sviðum. Einnig segir: gert ráð fyrir því að börn og ungmenni læri til lýðræðis með því að læra lýðræði í lýðræði. Aðalnámskráin afurð faglegrar vinnu sem ætlað að framfylgja vilja Alþingis.
Í lögum grunnskóla nr. 91 árið 2008 markmið grunnskóla skilgreint í 2. grein að hlutverk grunnskóla í samvinnu við heimilin að stuðla að alhliða og þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðis þjóðfélagi sem í sífelldri þróun. Í þeirri tillögu sem hér fjallað sérstök áhersla á lýðræði í orðunum jafnframt lögð áhersla á að verkefni sem efli samfélagsvitund og stuðli að lýðræðislegri þátttöku barna í samfélagi og verkefni stuðli að áframhaldandi innleiðingu barnasáttmálans. Aðildarríki skulu tryggja barni sem getur myndað eigin skoðanir rétt til þess að láta þær frjálslega í ljós í öllum málum sem það varðar og skal tekið réttmætt tillit til skoðana þess í samræmi við aldur þess og þroska, segir í barnasáttmálanum. Það góð hugmynd að styrkja barnamenningarsjóð til þessara lýðræðiseflandi verkefna, en lög grunnskóla og aðalnámskrá ekki eina ástæðunar fyrir því að það góð hugmynd að efla lýðræðið. Við sem byggjum þetta land, byggjum Ísland, viljum skapa réttlátt samfélag sem allir sitja við sama borð. Ólíkur uppruni okkar auðgar heildina og saman berum við ábyrgð á arfi kynslóðanna, landi og sögu, náttúru, tungu og menningu. Ísland frjálst og fullvalda ríki með frelsi, jafnrétti, lýðræði og mannréttindi að hornsteinum. Stjórnvöld skulu vinna að velferð íbúa landsins, efla menningu þeirra og virða margbreytilega mannlífs, lands og lífríkis. Við viljum efla friðsæld, öryggi, heill og hamingju meðal okkar og komandi kynslóða. Við einsetjum okkur að vinna með öðrum þjóðum að friði og virðingu fyrir jörðinni og öllu mannkyni. Í þessu ljósi setjum okkur nýja stjórnarskrá, æðstu lög landsins sem öllum ber að virða, segir í aðferðarorðum frumvarps til nýrra stjórnskipunarlaga frá árinu 2011. Vonandi leiða þau verkefni sem fá styrk vegna þessarar tillögu til öflugra lýðræðis. Lýðræðis sem kann á jafnt vægi atkvæða, hlutfallslega skiptingu þingsæta, þjóðaratkvæðagreiðslur, lýðræði sem kann að hlusta á og treysta unga fólkinu fyrir sínu eigin atkvæði. Atkvæði skoðun sem verður að taka tillit til, óháð aldri þess sem kýs. Með þessari tillögu verður í framtíðinni vonandi einnig tekið réttmætt tillit til atkvæða óháð staðsetningu, hlutfallslegri samsetningu og tilefnis. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, við minnumst þess nú að 100 ár eru frá því að sambandslagasáttmálinn var undirritaður hér í Alþingishúsinu 18. júlí 1918. Með honum varð Ísland fullvalda og sjálfstætt ríki í konungssambandi við Danmörku sem tók að sér skeið að sinna afmörkuðum málefnum fyrir landsins hönd, einkum á sviði utanríkismála og landhelgisgæslu. Æðsta dómsvald fluttist í landið með stofnun Hæstaréttar 1920. Landhelgisgæsla upphófst sama ár með kaupum á varðskipinu Þór af hálfu Björgunarfélags Vestmannaeyja, en öll önnur skip sem áður höfðu gætt landhelginnar og sinnt björgunarstörfum voru dönsk. Þær ákvarðanir sem Alþingi í þann mund að taka og ég lýsi fullum stuðningi við til að minnast hinna merku tímamóta í sögu þjóðarinnar sýnast mjög við hæfi. Vænta má góðs af barnamenningarsjóði, enda eru börnin framtíð þjóðarinnar, af hafrannsóknarskipi, enda liggja til grundvallar sjávarútvegi landsmanna lög frá 1948 vísindalega verndun fiskimiða landgrunnsins, auk útgáfu bókverka sem fallin eru til að tengja þjóðina betur við menningu sína og tungu. Herra forseti, ég óska íslenskri þjóð til hamingju með merkan áfanga í sögu sinni, 100 ára afmæli fullvalda og sjálfstæðs Íslands. Á herðum okkar hvílir sú skylda að standa vörð fullveldi
og sjálfstæði landsins sem verið hefur þjóðinni aflvaki til margvíslegra dáða. Minnumst forystumanna í sjálfstæðisbaráttu Íslendinga þar sem hæst ber nafn Jóns Sigurðssonar forseta. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, við ræðum hér tillögu til þingsályktunar verkefni í tilefni 100 ára fullveldisafmælis Íslands í þágu barna og ungmenna og rannsóknarstuðli að sjálfbærni auðlinda hafsins. Þetta eru góðar og virðingarverðar tillögur á þessum mikilvægu tímamótum og ánægjulegt að sjá hversu góð samstaða hefur náðst það sem vel við hæfi, eins og hér hefur áður komið fram í umræðunum, að á þessum tímamótum sameinist Alþingi verkefni á borð við þau sem við ræðum hér. Þingsályktunartillagan felur meðal annars í sér að komið verði á fót öflugum barnamenningarsjóði og hafi það hlutverk að fjármagna og styrkja verkefni á sviði barnamenningar. Jafnframt verði lögð sérstök áhersla á verkefni stuðli að lýðræðislegri þátttöku barna í samfélaginu. Þetta er gríðarlega mikilvægt verkefni og við sjáum það auðvitað sem er áhyggjuefni að kosningaþátttaka ungs fólks hefur farið minnkandi í samfélaginu og þegar við minnumst þessa mikilvægasta áfanga í sjálfstæðisbaráttu landsins þá verðum við að hafa það í huga hvernig getum við eflt þátttöku barna og ungs fólks í lýðræðislegu samfélagi. Hornsteinn sjálfstæðis okkar og fullveldis er auðvitað hin lýðræðislega stjórnarskipan og sú stjórnarskipan nær ekki tilgangi sínum að fullu nema með virkri og öflugri þátttöku allra þjóðfélagshópa. Sem fyrr segir sínar kosningarannsóknir að kosningaþátttaka ungs fólks hafi farið minnkandi. Það er umhugsunarverð og varhugaverð þróun. Það er mikilvægt að ungt fólk taki virkan þátt í mótun íslensks samfélags með þátttöku í stjórnmálum og með því að nýta sér kosningarétt sinn. En það er ekki síður mikilvægt að ungt fólk upplifi að á sjónarmið þeirra sé hlustað, að þeim sé treyst til þátttöku í lýðræðislegu samfélagi, að orð þeirra hafi vigt og að við treystum meðal annars til aukinnar þátttöku á sviði sveitarstjórna, eins og Alþingi ræddi hér mikilvægt mál á liðnum vetri en því miður náði ekki fram að ganga. Við þingmenn Viðreisnar fögnum því sérstaklega þessu framtaki og vonum að stofnun Barnamenningarsjóðs verði einmitt til að ná fram tilgangi sínum, að efla enn frekari lýðræðislega þátttöku ungs fólks. Þá er það fagnaðarefni að hér sé samstaða byggingu nýs hafrannsóknarskips. Fáar þjóðir ef nokkrar eiga jafnmikið undir sjálfbærri nýtingu auðlinda hafsins. Sjávarútvegur er og hefur verið undirstaða að efnahagslegum framgangi íslenskrar þjóðar á öllum fullveldistímanum og á þessum tímamótum nú stöndum við einmitt frammi fyrir nýjum og varhugaverðum áskorunum í þeim miklu breytingum sem fylgja hér loftslagsbreytingum í heiminum og þeim áhrifum sem það hefur á sjávarstrauma og lífríki hafsins. Því er mikilvægt að þingið sé að sameinast hér að stórefla hafrannsóknir til þess að bregðast við þessari vá. Að síðustu þætti mér gott ef þingið kæmi sér jafnframt saman annað mikilvægt verkefni á komandi vetri sem er einmitt að efla vegsemd og virðingu þingsins sjálfs. Það er auðvitað áhyggjuefni að á þessum tímamótum búum við enn við þá stöðu að traust almennings til Alþingis er í mikilli lægð og þar þurfum við allur þingheimur að taka höndum saman það hvernig við megum efla og endurreisa traust til þingsins og hvernig við sjálf getum með störfum okkar einmitt stuðlað að slíku trausti. En við fögnum þessum tímamótum sem 100 ára afmælis fullveldisins felst og við þingmenn Viðreisnar fögnum sérstaklega og styðjum þær tillögur sem hér eru lagðar fram. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Jafnframt er það ósk forseta að atvinnuveganefnd verði gefinn kostur á að veita álit sitt síðari lið tillögunnar samanber enn fremur orð fyrsta flutningsmanns. Það er samþykkt. Fundur nefndarinnar verður í forsætisnefndarherbergi strax að
þessum fundi loknum. Tekið er fyrir annað dagskrármálið, samstarfsverkefni Alþingis og hins Íslenska bókmenntafélags í tilefni af 100 ára fullveldisafmæli Íslands. Það er þingsályktunartillaga 677. mál á þingskjali 1341. Þetta er fyrri umræða. Til máls tekur hv. 2. þingmaður Norðausturkjördæmis, Steingrímur J. Sigfússon, forseti Alþingis, sem talar fyrir hönd forsætisnefndar. Herra forseti, ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar samstarfsverkefni Alþingis og hins Íslenska bókmenntafélags í tilefni af 100 ára fullveldisafmæli Íslands. Flutningsmenn ásamt mér eru nefndarmenn og áheyrnarfulltrúar í forsætisnefnd. Það er sá sem hér stendur, Guðjón S. Brjánsson, Brynjar Níelsson, Þorsteinn Sæmundsson, Þórunn Egilsdóttir, Jón Þór Ólafsson, Bryndís Haraldsdóttir, Inga Sæland og Þorsteinn Víglundsson, hv. þingmenn. Tillögugreinin er svohljóðandi: Alþingi ályktar að ganga til samstarfs við hið Íslenska bókmenntafélag útgáfu tveggja ritverka: a. Verks Þingvelli í íslenskri myndlist, b. Nýs yfirlitsverks íslenska bókmenntasögu frá landnámi til 21. aldar. Alþingi ályktar enn fremur að styðja útgáfuna fjárhagslega með árlegum fjárveitingum þar til verkefnunum er lokið. Á grundvelli samnings sem gerður verður þar milli forsætisnefndar fyrir hönd Alþingis og hins Íslenska bókmenntafélags og sem mennta- og menningarmálaráðuneytið staðfestir. Herra forseti, það er óþarfi að fjölyrða tilefnið sem þessi tillöguflutningur er tengdur. Ef segja má það einhvern einn stað á Íslandi að þar slái hið íslenska söguhjarta, þá eru það Þingvellir. Saga Alþingis og saga Þingvalla er mjög samofin og þess vegna þykir forsætisnefnd það mjög vel við hæfi að stuðlað verði að því að útkomi bók Þingvelli eins og þeir hafa birst helstu myndlistarmönnum og málurum þjóðarinnar á löngu tímabili og markmiðið að draga fram fegurð staðarins eins og þessir margir fremstu listamenn okkar hafa séð hana og túlkað. Þá er og mjög vel við hæfi að Alþingi eigi hluti af þessu tagi samstarf við hið Íslenska bókmenntafélag. Því ef það er eitt félag eins og Þingvellir eru einn staður sem er samofið sögu sjálfstæðisbaráttunnar, þá er það auðvitað hið Íslenska bókmenntafélag sem er elsta menningarfélag landsins og stendur fyrir merkri starfsemi og hefur gert í allri sinni sögu og gefur meðal annars út að mér er sagt elsta tímarit Norðurlanda, þar sem er skírnir. Þess má minnast að hið Íslenska bókmenntafélag var 200 ára árið 2016 og í tengslu við það afmæli var til umræðu að Alþingi og hið Íslenska bókmenntafélag myndu einnig af því tilefni efla samstarf sitt. En nú er það sem sagt gert með þessum hætti að Alþingi styðji að tveimur mjög merkum og mikilvægum útgáfuverkefnum sem að hið Íslenska bókmenntafélag hefur haft í undirbúningi að undanförnu. Það síðara er útgáfa nýrrar bókmenntasögu, heildar útgáfa en þó í stuttu og aðgengilegu formi á sögu íslenskra bókmennta allt frá fyrstu tíð og til og með dagsins í dag. Það er í góðu samræmi við þá ályktun Alþingis sem að samþykkt var til undirbúnings hátíðarhöldum á árinu 2018, en þá var einmitt talað að án alls vafa væri menningararfur og tunga þjóðarinnar sá grundvöllur sem frelsisbarátta hennar var reist á 18. og 19. öld. Þannig að bæði þessi verkefni, Þingvellir sem slíkir og hlutdeild þeirra í íslenskri myndlist og bókmenntasagan, tengjast ákaflega vel tilefninu. Áætla má að kostnaðurinn við undirbúning og útgáfu þessara tveggja verka muni nema samtals 25 til 30 milljónum króna og að þeirri fjárhæð megi skipta á 3 ár, árin 2019 til 2021. Hér á eftir, það er að segja aftar í greinargerð tillögunnar, en
er gerð ítarlegri grein fyrir hvoru útgáfu verkefninu sig og ég vísa til þeirra útskýringa og þess rökstuðnings sem þar kemur fram. Að lokum legg ég til, herra forseti, að tillagan gangi til 2. umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar og hef lokið máli mínu. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum og það er samþykkt. Útbýtt er á fundinum á þingskjali 1356, frestun á fundum Alþingis, það er stjórnartillaga. Á þingskjali 1361, árangur af störfum stjórnstöðvar ferðamála, það er skýrsla ferðamála og iðnaðar- og nýsköpunarráðherra. Á þingskjali 1354, rannsóknir og mengunarvarnir vegna torfæruaksturs í Jósefsdal, skriflegt svar umhverfis- og auðlindaráðherra. Nú verður gert hlé á þingfundi til klukkan 3. Fundi er frestað.